Kynfæri karla eins og ég nefndi áðan meira utan á líkamanum, það þó eitthvað inn í líkamanum líka. Það tippið sem við sjáum hér. Tippið ekki vöðvi og það ekkert bein þarna heldur. Þetta mest bara svampvefur. Það vöðvi hérna við rótina á tippinu, en tippið sjálft ekki vöðvi. Það sem gerir tippið hart þegar að strákar eða karlar verða fyrir kynferðislegri örvun að þá eykst blóðflæði út í tippið, en æðarnar sem liggja til baka lokast. Þannig það bara blóðþrýstingur sem heldur tippinu hörðu. Ysti hlutin hérna kallaður kóngur. Það það svæði sem næmast fyrir örvun, og húðin hérna utan á heitir forhúð, og það sem ég var að tala um áðan að þarf að þvo helst ekki með sápu svæði hérna undir. Hér þvagrás sem liggur upp í þvagblöðru, en í gegnum blöðruhálskirtil sem ég sjáið hér. Og utan á blöðruhálskirtlinum sáðblöðrur sem búa til meiri hlutan af sáðvökvan. Þannig að þetta þvagblaðran, þaðan kemur þvag úr nýrónum, og þegar hún orðin full þá þurfum við að pissa og þá fer það þessa leið út. En það liggur líka leiðsla hérna, þessi bláa sem heitir sáðrás, niður í eistu. Þar verða til sáðfrumur og það full þroskast síðan hérna í eistna lippunum sem hérna utan. Þannig að þegar að strákur verður fyrir kynferðislegri örvun, hvort sem það þegar hann gerir það sjálfur eða hefur samfarir eða eitthvað þess áttar eða karlmaður, og fær það sem kallað sáðlát, fær fullnægingu, þá leggja af stað sáðfrumur úr eistunum, eða réttar sagt úr eistna lippunum og hérna upp, og þó þar séu mjög margar, það yfirleitt á bilinu 3 til 500 milljónir í hvert skipti, þá þetta ekkert mikill vökvi. Meiri hlutin af vökvanum sem síðan kemur út sáðvökvi úr sáðblöðrunum hér. En þetta saminast hérna í blöðruhálskirtlinum. Eistun í pungnum sem liggur hérna utan á. Af hverju pungurinn utan á? Það nokkuð ljóst af hverju tippið utan á. Því að karlmenn þurfa að geta haft samfarir til þess að koma sáðfrumunum inn í konuna. En af hverju pungurinn utan á? Og það ekki betra að hafa nýta. Stelpur með svipaðar kúlur, þær inn í líkamann. Það mjög einföld ástæða fyrir því af hverju þetta utan á. Og það að það of heitt inn í líkamann. Hitinn hérna inni alla jafna 37 gráður að þar bil. Eistun og sáðfrumunnar þurfa 35 gráður. Þess vegna, þegar að strákum heitt, þá slaknar á pungnum og þá leka eistun lengra niður, það í raun til þess að fara frá hitanum. Þegar strákum kalt, sérstaklega á þessu svæði, þá fara eistun að líkamann. Þá styttist pungurinn, dregur eistun í átt að hitanum. Þannig að þarna mjög einfalt kerfi í raun. Þannig að þetta helstu æxlunarfæri stráka. Eins og ég segi, meiri hlut eða svona það sem mest áberandi hérna fyrir utan, en það alveg eitthvað hérna inn í líka. Hér sjáum við svo ristilinn og endaþarminn. Hjá konum þetta miklu meira inn í líkamanum. Það sem við köllum dagstælega píka bara svæðið hérna í klofinu, en það sem myndar píkuna eru aðalega skapabarmarnir sem þetta hér. Síðan það innri skapabarmarnir sem hérna utanum leggöngin og við snýpin og þvagrásina, en þetta það sem utan á. Hér sjáum við skapabarmana, þessa ytri og svo innri hérna á milli, og síðan koma leggöngin. Ég talaði áðan það hjá strákunum að það sem væri næmast væri kóngurinn, hjá stelpum það snýpurinn og hann hér. En hér opið inn í leggöngin, og ef að konur hafa samfarir þá fer tippið inn í leggöngin, en rétt við hliðina þvagrásin. Og hjá stelpum þá algengara að stelpur fái þvagfærasýkingu heldur en strákar. Og það eru tvær ástæður fyrir því. Það fyrsta lagi hvað þetta stutt hérna á milli og stutt yfir í endaþarminn hérna. Þannig að hreinlæti á stelpum ennþá mikilvægara heldur en hjá strákum, bara því þetta allt á svo litlu svæði. En þvagrásin héðan og upp í þvagblöður líka frekar stutt. Þannig að bakteríur eiga greiðari leið upp í þvagblöður hjá stelpum heldur en strákum, því hjá strákum þetta miklu lengri leið.
Ef að konur hafa samfarir þá fer typpið hérna inn í leggöngin og þetta eru leggöngin hér. Þegar konur verða fyrir kynferðislegri örvun þá fá þær ekki standpínu eins og strákar, en það gerast ekkert ósvipað hlutir. Blóðflæði til kynfæranna eykst, skapa barmarnir víka, snípurinn stækkar, mjög einstaklingsbundið hvað hann stækkar mikið hins vegar, og það myndast ákveðið slím hérna í leggöngunum til þess að auðvelda samfarir. Ef konur að hafa samfarir við karl og karlinn fær sáðlát, þá fer, og það ekki verið að nota smokk eða neitt þess áttar, þá fara sáðfrumurnar hér upp leghálsinn og upp í leið og fara og synda hérna út í átt að eggjónum í eggjaleiðurunum. Kúlurnar hér eru kúlur svipaðar á eistunni á strákunum en heita eggjastokkar. Og þaðan losna eggin og fara hérna upp í eggjaleiðaran. En hjá konum þetta ekki ekki mörg egg í einu, eins og á strákunum voru þetta mörg 100 milljónir, heldur þetta yfirleitt bara 1 egg í mánuði. Ef það frjóvgast, þá kemur það hérna niður í legið og þroskast þar og verður að barni. Þannig að þetta eru helstu kynfæri kvenna.